En þá okkur ekki til setunar boðið. Nú fyrst byrjar fjörið. Þið þurfið ekki að stíga neitt úr sæti. Síðasti dagskrárliður þingsins ber heitið áttaviti leiðtogans og með ráðherrum þeirra málaflokka sem að helst snerta efni við þingsins í dag og þau koma hér upp eitt í einu í stafrófsröð. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Þegar þau hafa lokið við að flytja hugvekjur sínar, bjóðum við á svið Konráð S. Guðjónsson, hagfræðing Viðskiptaráðs, sem að mun leiða loka umræður dagsins með ráðherrum og við höfum þetta snart og skemmtilegt. Ég ætla að biðja Nordica starfsfólkum að færa sveppaborðin örlítið betur, þannig að þau geti raðað sér. En fyrstan á svið býð ég Bjarna. Gjörðu svo vel. Ég veit ekki hvað mörg ykkar sem eru hér í salnum munið eftir því, en fyrir nokkrum árum þá var ég að leiða ríkisstjórn og ég fór heima hjá mér að sofa eitt kvöldið, bara nokkur rólegur, og svo hringdi síminn á náttborðinu og skömmu síðar þá stóð ég þarna í herberginu með símann í höndunum á nærbuxunum að búin að átta mig á því að ríkisstjórnin mín væri fallin. Skygni ekkert. Ég sé það auðvitað núna hversu mikils virði hefði verið fyrir mig að hafa svona sköfu. En það of seint að hugsa það núna. Ég hefði svo sem líka mátt vita það stundum á maður bara að segja já, en ég sagði bara jáhá. En við erum hérna aðeins að ræða það hvað maður getur gert í heimi stjórnenda, leiðtoga til þess að takast á við óvæntar, erfiðar, krefjandi aðstæður. Og já, ég held að skipti gríðarlega miklu máli að hafa þessa framtíðarsýn, að vita hvert maður að fara, að hafa þennan áttavita sem var verið að tala um hérna áðan. Og allt skiptir það gríðarlega miklu máli. Reyndar tel ég að fólk sem er komið í þessa stöðu, það hafi það að öllum líkindum nokkuð tryggilega. En það var allavega ekki þannig þegar ég var þarna á nærbuxunum, nývaknaður, að ég væri að sækja í grunngildi sjálfstæðisstefnunnar til þess að leysa úr vandanum. Það var meira að ég hugsaði, já, þetta er eitthvað sem ég vissi að gæti gerst. Og það var þannig, þegar ég fór í forsætisráðuneytið og var bara nokkuð stoltur og spenntur og ánægður, og bara mjög, og það tók á hópi mér fríður hópur fólks, að það fyrsta sem ég sagði við hópinn var, vitið þið hvað, ég er ofboðslega glaður og spenntur að fara að starfa með ykkur, en ég ætla samt að segja við ykkur hér og nú, að ég veit að í þessu starfi þá geta komið upp á hlutir sem að maður getur ekki séð fyrir, þetta known unknown sem var minnst á hérna áðan. Og fæstir þeirra sem koma hingað inn, þeir fá að ráða því hvenær þeir eiga sinn brottfarardag. Og ég held að fyrir leiðtogann þá skipti máli að hafa þessa jarðtengingu til þess að fást við óvæntar aðstæður og erfið verkefni. Ég held að það hafi að minnsta kosti hjálpað mér mjög, meðal annars að hafa einu sinni rekist á bók sem var upp á 300 blaðsíður, en það voru mjög mikilvæg fyrstu 3 orðin sem eru þessi: lífið er erfitt, punktur. Og í hlutverki leiðtogans, stjórnandans, að þá eiga menn ekki að vera að biðja að hlutirnir leysist farsællega alltaf að sjálfu sér. Og ég held meira að segja að fyrirtæki sem að keyra sig áfram með leiðtogum sem eru að vonast til þess að samkeppnin drepist og fari bara þannig að lífið verði þægilegt, ég held að þau séu á hnignunarskeiði. Það held ég að sama gildi fyrir stjórnmálaflokka, fyrir félagasamtök og hreyfingar sem að bíða eftir því að þetta einhvern veginn verði auðveldara. Ég held þvert á móti að menn eigi að sækjast eftir því að komast í krefjandi aðstæður og það séu meiri líkur til þess að menn slípist þar til, nái meiri árangri og gerir hluti sem að skipta meira máli eru nær þeirra markmiðum.
og þau verða bara erfiðari og erfiðari eftir því sem hún nærð meiri árangri. Þannig að mín skilaboð inn í þetta samtal hérna eru meðal annars þessi. Það er gott að vera með áætlun, gott að vita hvert maður er að fara, það er mikilvægt að hafa átt að vita. Það held ég ekki samt alveg nóg, það þarf meira til, eins og sá mikli hugsuður og heimspekingur Mike Tyson sagði eins og því. Hann sagði, það er allir með áætlun, þangað til þeir eru kýldir í andlitið. Og þess vegna segi ég bara við ykkur, ekki láta lífið slá ykkur út af laginu. Gerið ráð fyrir því óvænta og þá eru meiri líkur til þess að markmið stjórnandans nái fram að ganga. Já, komið sæl. Gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ég var nú að viðurkenna að þegar ég var beðinn að tala sjálfa mig sem leiðtoga þá hugsaði ég nú bara nei, þetta er einmitt það sem mig langar ekki að gera. Og ég hugsaði, býtu, er ég leiðtogi? Og það var svona, þið veitir, einn púki hérna megin og annar hérna megin og mýramaðurinn sem satt hérna vinstra megin, hann sagði, nei, veist ég heldur sér það ekki. Menn að þingæðingurinn, hann var bara, jú maður, þú ert geðveikur leiðtogi. Þannig að ég hugsaði, já, hvort sem ég er það eða ekki, þá er ég búinn að samþykkja að koma inn í dag og tala við ykkur og hlusta á ykkur. Og ég ætla að segja ykkur stutta sögu af litlum strák sem að varði allri sinni skólagöngu í heimavistarskóla. Honum leið illa í skólanum, hann grét, hann var með heimþrá, þetta átti ekki við hann. Og dag einn þá fer hann inn á klósett, þar sem hann var svona hægt að loka að sér. Hann sest þar niður af því að hann var svona við að beygja af frammi og leyfir sér að gráta. Og svona nær sér og hann stendur upp, sturtar niður og segir við sjálfan sig, þessu ætla ég að hætta. Ég ætla að fara þangað. Ég ætla að hætta að láta mig líða illa í skólanum. Og þegar maður hugsar þetta, að þá var þessi ungi drengur, það sem hann var að gera, hann var að stefna eitthvert. Hann treysti á sjálfan sig þegar hann gerði það, en hann treysti líka á aðra sem að myndu hjálpa sér. Það er að segja skólafélaga sína. Hann þurfti á þrautsægi að halda til þess að komast þangað, því það var ekkert sérstaklega auðvelt. Og hann þurfti gleði og húmor, sem að var meiri og meiri eftir því sem að hann komst nær markinu, því það varð alltaf skemmtilegra og skemmtilegra. Og hann fékk fólkið með sér. Og þetta eru eiginleikar sem að ég held að séu mikilvægir í fari leiðtoga. Ekki þeir einu, en mikilvægir. Þegar ég í mínu starfi núna horfi stundum til þess hvernig get ég einhvern veginn náð þrátt fyrir miklar annir sem að allir stjórnendur hafa, náð samt ennþá að eiga mér eitthvað takmark. Hvernig ætla ég að finna tíma til þess að gera það? Og þetta er svona þetta hvernig viðheldur maður frjóleikanum, frjóseminni í því sem maður gerir. Og það held ég að sé eitt af því sem er líka gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að gera. Og ég geri það með því að vera einn út í náttúrunni, ég geri það með því að tala við fólk og sækja alþjóðastarf. Og þetta eru atriði sem ég held að við verðum að hafa í huga líka, en fyrst og fremst að tapa ekki gleðinni. Ég held að það sé jafnvel númer 1, 2 og 3. Takk. Sæl og blessu og gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég var hérna akkurat fyrir ári síðan og var í panel og Katrín Olga spyr í raun og veru hver er draumurinn? Og ég segi, jú, ég vil að það verði hérna framúrskarandi menntakerfi eftir svona 10 ár. Og ég hugsaði, hvað varst að segja? Getur við staðið við þetta? Hvernig ætlar að gera þetta? Og svo hugsaði ég, já, við getum staðið við þetta og ætlum að gera þetta. En hvernig fer maður inn í svona vinnu? Hvernig ætlar maður einhvern veginn að láta drauma sína rætast, ekki bara sína, heldur ég til allra þjóðarinnar. Og það er svona eiginlega þrennt sem ég hef alltaf í huga þegar ég er að nálgast eitthvað. Það er í fyrsta lagi,
tilgangurinn og markmiðið þarf að vera alveg skýrt. Í öðru lagi, ég þarf að vita hvert ég að fara og ég þarf að vera með vegferðin á hreinu og ég þarf að vera með aðferðafræðin á hreinu. Og svo í þriðja lagi, þá þarf ég svona að vera búin að sjá hver niðurstaðan hvert loka takmarkið Það breytist oft í þessari vegferð og svona, en ég alltaf með þetta hugfast allan tíman þegar ég að vinna. Varðandi þetta, þá vildi ég segja að það svona tvennt sem ég hugsa þegar við erum að tala framúrskarandi menntakerfi. Það í fyrsta lagi að við séum í alþjóðlegum samanburði mun ofar en við erum í dag. Svo í öðru lagi að börnunum okkar líði vel. Og það við nefnilega að gera býsna vel á Íslandi. 90% barna þeim líður mjög vel í íslensku skólakerfi. Og það segir mig það, ég held að við þurfum bara svona herslumuninn vegna þess að mannauðurinn, eins og kom hér fram, hann mjög mikill og þetta góða aðgengi að menntun og öll þessi tækifæri, þetta eitthvað sem allar aðrar þjóðir að sækjast eftir. Og ætla þess að koma að vegferðinni. Hvernig gerir maður þetta? Hvernig ætlar maður að fara í þetta? Þá finnst mér mjög brýnt og ég geri það alltaf þegar ég að undirbúa mig. Það að ég skoða hvað eru þau menntakerfi eða hvað svo sem maður að gera. Hvað eru þeir að gera sem að gera þetta best? Og það það sem við erum að skoða núna. Ég búin að tala við menntamálaráðherra Finnlands, menntamálaráðherra Kóreu, Eistlands, Noregs, Singapúr. Allir þessir aðilar hafa farið í þetta og þetta tekið ákveðin tíma, við ætlum reyndar ekki að láta þetta taka eins langan tíma, en þá sér maður hvað skiptir máli og búin að fara við fullt af samanburðarrannsóknum. Og þá það þrennt sem skiptir máli. Öll þessi skólakerfi eiga það sameiginlegt að kennarastarfið metið, bæði af samfélaginu, öllu, og þeir telja að starf sitt skiptir máli. Þar við ekki að gera nógu vel á Íslandi. Í talískönninni kemur fram að séu svona 5% kennara sem segja já, samfélagið mitt kann að meta það sem ég geri. Og þessu þurfum að breyta á Íslandi. Það alveg á hreinu. Og við þurfum að gera það ansi hressilega. Í öðru lagi þá það fólk sem í forystu, það segir með skýrum hætti, við erum að forgangsraða í þágu menntunar. Það bæði segir það gerir það og það talar það alltaf allsstaðar. Og í þriðja lagi þá það þannig að öll þessi menntakerfi hafa það að leiðarljósi að allir geti lært, allir hafi hæfileikana til þess að læra. Og það alveg ljóst að við erum misgóð í hinum á þessum fögum og þess vegna þurfum við svolítið að vinna þess betur með breyttina, en þetta hafa öll þessi menntakerfi sameiginlegt. Nú ætla ég aðeins að koma að niðurstöðunni. Það sem ég vil að koma út úr þessu þessi menntastefna sem tekur okkur og gerir okkur á fremsta menntakerfi veraldar og gerir það þannig að það sé gert í góðri sátt og við tökum þessa stefnumótun í gegnum þingið. Að þetta endi í þingsályktunartillögu sem ríkir mikil og góð sáttum. Ég hef kannað hvernig þær þjóðir hafa gert þetta, eins og ég sagði, það aðferðafræðin og vegferðin og allt það. Finnarnir gerði þetta 1954, Singapúr gerði þetta stuttu eftir sjálfstæði frá Malasíu, en þetta allt gert með þetta leiðarljósi að það náist breið og góð sátt það sem þú ert að gera, þannig að skyggnið og áttavitin sé svolítið á hreinu. En þetta svona það sem við höfum svolítið hugfast. Það í fyrsta lagi að tilgangurinn þarf að vera skýr, aðferðafræðin og vegferðin og svo í þriðja lagi að vita svona hvar við ætlum að enda. En þetta svona það sem við erum að bardúsa frá þegar við vorum hérna fyrir ári síðan. Takk fyrir mig. Sæl öllsumul. Ef einhver hefði sagt við mig þegar ég var 20 að það sem að ég myndi standa hér eftir 11 til 12 ár, álitin sem leiðtogi, þá hefði ég svo sem ekki trúið því. En ef einhver hefði sagt við mig þegar ég var 20 það sem að ég þyrfti að gera væri annars vegar að vera ég sjálf og hins vegar að hlusta á magann minn. Þá hefði ég sagt að mér eldri og reyndari menn teldu það nú mjög einfeldnislegt að halda að það myndi duga til. En það svona það bil það sem að ég hef gert. Og það sem að ég mjög meðvituð að því hér verið að ræða ég spæði taka úr mér þessi eyrnalaka. Það eitthvað?
ef Maginn segir það. Ef að að því hér er verið að tala þá sem er í forréttindastöðu sem að ég held að langflestir á svona Íslandi eða horfur alla veröldina séu, að þá held ég að við séum svona það samfélag sem að afskrifar líklega minnst allra landa af mannauði. Og ég held að það sé ekki til mikið svona verri auður sem þú vilt afskrifa heldur en mannauður. Og ég held að það sé ekkert mjög mörg lönd þar sem að einhver svona venjuleg stelpa ofan á Skaga fengi þau tækifæri sem ég hef fengið. Þannig að ég held að það að segja sem oftast já sé eitthvað sem skiptir máli. Ég held að það að svona trúa bara dálítið á sjálfan sig sem að maður gerir kannski ofta ekki þegar maður er yngri, og þegar þú býr í samfélagi þar sem að langflestir hafa tækifæri, þá held ég að ef þú hlustar á magaðinn, treystir þinni dómgreind, að þá getur þú svona rölt þá leið og það stundum bara gerist. Og ég held að það að svona treysta sinni dómgreind sé eitthvað sem að allir mættu gera meira af. Og dómgreind er auðvitað ekki bara það sem Maginn segir, heldur er það auðvitað, þú þarfst að vera með einhverja rökhugsun og einhverja vitsmuni og þú þarfst að hlusta á sjónarmið annarra, og það skortir ekki að aðrir hafi sjónarmið um það sem að þú ert að gera. Og þá skiptir líka máli að geta greint á milli. Hvers konar upplýsingar ert að fá og hvað gerir við þar. Þegar þú ert leiðtogi þá held ég að þú þurfa að vera ofboðslega duglegur að hlusta og taka leiðbeiningum, af því ef að mægiðin er alveg þar sem hann á að vera, þá myndu alveg taka réttar ákvarðanir. Ég held líka að það skipti ótrúlega miklu máli að leyfa sér að hugsa svolítið stórt og leyfa sér að hugsa svona til langra framtíðar. Og mér finnst, nú er ég varaformaður í stjórnmálaflokki sem verið 90 ára á þessu ári, og ég veit að það eru margir sem hafa skoðun á því hvernig leiðtogi maður á að vera, hvernig forystumaður í stjórnmálaflokki maður á að vera. Og það eru til margar tegundir, og ég ætla ekki að segja að mín tegund sé rétta tegundin, hún er bara mín tegund, og ég held að það sé ótrúlega erfitt að reyna dag frá degi að vera einhver önnur tegund heldur en þú ert. Og ég veit að Sóli Hólm er með uppistand þessa dagana sem ber heitið varist eftirlíkingar, og ég held að það sé bara eitthvað sem við öll sem fólk eigum að reyna eins að hugsa um. En í grunninn, hvort þú ert leiðtogi í íþróttafélagi eða félagasamtökum, stjórnmálaflokki eða stóru fyrirtæki eða litlu fyrirtæki eða hvað, svo lengi sem þú reynir að tryggja að allir fái tækifæri, að þá munum við svona komast lengra. Og þegar það tækifæri, einhver hefur nýtt það, að viðkomandi fái þá annað tækifæri. Og við einfaldlega búum í samfélagi þar sem að langflestir hafa tækifæri til þess að láta ljósið skína og gera eitthvað gott. Og þess vegna held ég að við þurfum bara að vera dálítið óhræddari kannski við þessa svona framtíð. Og þú leiðir ekki fólk sem þú hræðir. Og framtíðin er oft frekar svona óhugnaleg, og það er oft þægilegra að vera í því sem að maður þekkir. En með allt þetta sem við höfum verið að ræða hér og allt annað, öldrun þjóðar og allt saman, að þá gengur það ekki upp. Þannig að ég held að við þurfum líka að leyfa hvort öðru að vera svolítið við sjálf. Það er ekki hægt að vera ótrúlega ánægður með mann þegar maður er ungur og ferskur, og svo þegar maður er komin í stöðu að þá einhvern veginn stundu lífið mér eins og þá setja mann í piparkökuformið, sem var samt ekkert með í myndinni þegar maður var ungur og ferskur og átti að sagði já við alls konar verkefnum. Og þá þarf maður líka að hafa hugrekki þá til þess að fara ekki í það piparkökuform, þó maður skilji mjög vel hvaðan það kemur og af hverju það er þarna. Takk. Komið sæl, öllsumul, og takk kærlega fyrir þessi mjög svo, upplífgandi og skemmtilegu erindi. Það er eitt sem hefur svolítið verið rauður þráður hérna í dag, og það er, ég sáðum til dæmis hjá Tommy Ehlers, hann var að segja það að leiðtogar, þeir ætti ekki að veigra sér frá því að fara úr stjórnmálum og út í viðskiptalífið eða úr viðskiptalífinum yfir í stjórnmálin. Margrét Pála talaði um það að prófa eitthvað nýtt. Valeri og Pól töluðu um það að það þyrfti meiri samvinnu milli opinberra aðila og einkaaðila. Það mér langar að láta ykkur taka eitt smá próf hérna með Menti í lokin, eða birtist upp á skjánum. Og þið fáið að spyrja ráðherrana, afsakið, þeir eru ekki að fara að spyrja það, þeir eru að fara að segja þeim hvað er þeirra mikilvægasti eiginleiki til þess að vera góður leiðtogi. Hvað teljið þið að ráðherrarnir þurfi að hafa til þess að þeir séu góðir leiðtogar? Til þess að við séum sanngjörn, þá langar mig að fá frá hverju og einu ykkar örstutt, og þá kannski í tengslu við það sem við erum að velta fyrir okkur svolítið mikið í dag, þessi samfélagsábyrgð, þessar stóru áskoranir og svo framvegis,
Þá langar mig að heyra frá ykkur örstutt hvað þarf leiðtogi í viðskiptalífinu að hafa. Byrjum á þér, Bjarni. Já, ég held að hann þurfi að hafa framtíðarsýn fyrir sitt félag og geta miðlaðinni til starfsmannanna þannig að hann á endanum skapi liðsheild. Án þess að virkja mannauðinn sem að fyrirtæki býr yfir þá held ég að hann mun ekki ná miklum árangri einn á skrifstofunni og þannig að það væri þá mitt innlegg. Ok, við ætlum ekki að sjá svörin alveg strax, þannig að þið bara haldið áfram að svara. Guðmundur? Já, ég held að í þeim heimi sem við lifum í dag að þá geti góður leiðtogi í viðskiptalífi eða hvar sem ekki í rauninni komist mjög langt án þess að huga hreinlega að langri framtíð og það kemur inn á ýmis af þeim málum sem að hér voru nefnd áðan hjá fyrirlesarunum. En síðan eru það þessir grundvallar eiginleikar að það að reyna að hrífa fólk með sér. Þú kemst ekki neitt einn, þú þarft að hafa aðra með þér. Það bara grundvallar atriði. Lilja, hefur þú einhverju við þetta bæta? Að sjálfsög. Ég myndi segja þrautsegja og geta sagt nei. Þú ert alltaf, tíminn rosalega dýrmætur og það mjög mikilvægt ef þú ert með einhverju sýn og þú ætlar að klára einhver verkefni, þú ert endalaust að vera að hugsa þau og þú þarft að vera með þrautsegju og svo líka að vera ekki endalaust að setja eitthvað nýtt á diskinn þinn og þess vegna þarfst að geta sagt nei til þess að geta klárað sem þú ert að gera. Hann má ekki gera eins og það búið að segja náður í dag, að segja bara já. Eða það má finna milliveginn. Já. Þórdís? Ég myndi segja að það væri auðmýkt gagnvart fólkinu sem að vinnur fyrir þig eða með þér, auðmýkt gagnvart svona verkefnum sem þú stendur frammi fyrir og ég held að það sé mikill, ég held að ekki, ég trúi því að það sé mjög mikill styrkleiki að geta sýnt auðmýkt, mörgum finnst það veikleiki ef að stjórnandi og sterkur leiðtogi sýnir auðmýkt að það sé eitthvað svona veikleikamerki og ég held að ég myndi segja já, auðmýkt. Ok, eigum við að sjá svörin? Já, heiðarleiki þarna stendur mjög áberandi út. Við sjáum framtíðarsýn og framsýniðan aðeins að hlusta en þið vilja innfram allt að þið séu heiðarleg. Ég ætla að bæta við hérna. Það mjög athyglisvert. Tíminn svolítið á naumum, svolítið á hlaupi frá okkur, en ég ætla að sjá hvort ég get ekki spurt ykkur aðeins meira út í svona meira kjarnan af því sem þið að gera, ekki bara svona vera leiðtogi, fara aðeins í meira hörðumálin, en samt tengt þessu og kannski rétt til þín, Bjarni. Í þínu ráðuneyti hefur verið svona áberandi að þið að reyna að horfa til lengri tíma en áður með lögum um opinber fjármál, þar sem að vera að horfa til 5 ára en ekki bara næstu fjárlaga. Eitthvað svona einn lærdómur sem þú tekur út af því varðandi það að hafa framtíðarsýnina og reyna að tryggja nægilega mikla langtíma hugsun sem okkur hefur verið svo tíðrætt í dag? Já, ég held að ef ég að skilja það rétt spurninguna að þá held ég að það sem að við höfum séð með því að gera þessa breytingu að þá höfum við haft ótrúlega mikil áhrif á samtalið í þinginu, á nálgun þingsins til fjárlaga hvers árs. Nú til dæmis spurt, þetta í samræmi með langtíma áætlunina, hvar stöndum við gagnvart henni? Það uppi rík krafa að við höldum okkur við stefnuna sem hefur verið mörkuð í upphafi kjörtímabils og mér finnst bara ágætt aðeins að muna það. Það ekki nema örfá ár síðan við vorum ekki að gera þetta. Og kannski eitthvað fyrir ykkur öll til að velta okkur fyrir. Talandi langtímasýn og stór verkefni, Guðmundur, á þínu borði náttúrulega líklega eitt stærsta verkefnið. Þú skrifaði grein það að hvernig maður borðar fíl úr plasti og mér langar bara rétt að spyrja, það leiðin að þessum stóru verkefnum? Sem leiðtogi, maður verður svolítið bara að gera þetta ef maður stendur frammi fyrir stóru verkefni, maður bara að byrja, eitt bit í einu, kýla á þetta og svo bara vona að það besta gerist. Já, það kannski, ég held að þú þarft bara að vita hvert þú ert að stefna númer 1, 2 og 3. Og ég tek undir það sem að samráðherrar mínir hafa sagt, að þú þarft að hafa þrautsegin, þú þarft að geta sagt nei og þú þarft að halda áfram. En þú nálgast þetta ekki einhvern veginn þannig að þú gerir þetta allt í einu. Það alveg rétt. Margt af þessu ekki bara langtíma verkefni, heldur þannig að þú þarft að, eins og ég segja, búta þau niður,
En þau eru samt kannski ekkert svo frábrugðið mörg af því sem við þekkjum, eins og til dæmis það að byggja hús. Það er til langs tíma. Það að leggja vegi, það er til langs tíma. Búa til samgöngukerfi. Við höfum oft gert þetta áður. Við þurfum bara gott kerfi til þess að halda utan um það. Og það kannski er það ágætis líking að gera þetta í nokkrum bitum, en við þurfum að borða hann hratt samt, við höfum ekki gleyma því. Já, þennan tiltekna fíl allavega. Lilja, Margrét Pála, hún var að tala hvernig við erum að gera leiðtoga, eða ekki gera leiðtoga, það væri röng leið til þess að hugsa það, en meira svona til þess að skapa börnum möguleika á að vera leiðtogar í menntakerfinu. Vera ekki fyrir þeim. Vera ekki fyrir þeim, það er kannski það sem við erum að hugsa út í. Vera ekki fyrir ungu fólki og börnum, það er kannski það sem við þurfum að velta fyrir okkur. En allavega, mér langar kannski bara að fá örstutt komment frá, þú reyndar kannski, veit ekki hvort þú varst komin á, allavega, hún talaði það að það skiptir miklu máli, við þurfum að leyfa börnunum að gera það sem við vilja og við viljum reyna að skapa góða leiðtoga og þá kjósa ekki að nota þau orð. Og við erum að horfa upp menntakerfið sem 85% allra nemenda eru í opinberu skólum. Og ég spyr bara, þarf ekki að vera meiri fjölbreytni þá í því til þess að skapa möguleikana á því að búa til öfluga leiðtoga þá með fjölbreyttara rekstrarformi? Það er yfir 90%. Ok, það fer kannski mjög misjandi eftir skólastigum. Nei, ég held að, takk fyrir þessu spurningu, ég held að sé mjög mikilvægt að það sé alltaf til rými til þess að skapa ný tækifærið og ég held að það sé til staðar í okkar kerfi. Og ég held að sé alveg ofboðslega mikilvægt að við séum með einstaklinga sem eru drifnir áfram að ástríðu fyrir þessa stefnu og eins og þið og við sem höfum hlýtt á Möggu Pálu að það sem er einkennandi bara fyrir þessa skólastefnu, það er ástríðan fyrir henni. Og þá kem ég aftur að þessu varðandi þrautseigju og varðandi þaðan á árangri. Rannsóknir sýna það að þeir skólar sem hafa trú á einhverju sérstöku, hvort sem það er, við erum skóli, við höfum mikla trú á því að börnin hreyfa sig og við leggjum áherslu á það, eða við erum skóli sem leggjum mikla áherslu á raungreinar og erum með fagþekkingu sem tengist þessum sviðum, þeim gengur oft betur bara vegna þess að stjórnendurnir og kennararnir hafa ofboðslega trú á þessari stefnu og þess vegna þau verðum að koma að því hvað leiðtoginn þarf að hafa. Hann þarf alltaf að hafa skýra sýn á það sem hann er að gera. Skýr sýn. Þórdís, rétt að lokum árum við förum í kokteil. Við höfum verið alveg að koma, þetta er alveg að koma, bara augnablik. Mér langar aðeins að spyrja þig út í málum sem er hjá þér. Og við höfum svolítið verið að velta fyrir okkur og nýsköpunarhópur Viðskiptaráðs gaf út nýverið nýsköpunarheit. Og mér langar aðeins að spyrja út í hvernig þú með svona langtíma sýn á vopni, hvernig þú nálgast þessa hluti. Bara svona rétt smá komment á það í lokin. Engin pressa, fólk muni vilja nenna að hlusta á langt svar, ég skal reyna að vera stuttorð. Ég myndi segja að við hefðum mjög sterkan grunn til að byggja á. Við erum með menntakerfi fyrir alla. Við erum með, eins og ég talaði áðan, ég held að sé ekkert land sem að afskrifar eins lítið af mannauð eins og Ísland og þess vegna held ég fram að Ísland sé miklu frekar land tækifæranna heldur en Bandaríkin til dæmis, út frá þessum okkar svona, að mér finnst góðu blöndu af svona, sameiginlegu svona samfélagi og þeim kerfum og svo þessu svona sjálfstæði, þó mér finnst oft að gera meira í því. En það sem okkur vantar núna til lengri tíma til að vera öflugra nýsköpunarland ákveðnir þættir sem við höfum ekki nægilega sterka í dag og eru frekar óþroskaðir og þá myndi ég segja að við værum kannski í svona fyrstu tröppu sem nýsköpunarland Ísland en þyrstum að komast á tröppu svona 4. Og þættir sem að þurfa að spila inn í það, mun spila inn í það til dæmis bara aðgengi að erlendum sérfræðingum hingað. Það sé miklu auðveldara fyrir ég skil ekki akkur að þarf að vera svona flókið. Segi ég þó ég hafi verið aðstoðmaður í slíku ráðuneyti og allt það. Ég held að við þurfum að gera það miklu auðveldara fyrir erlenda sérfræðinga til að koma hingað tímabundið og það mun þurfa einhverja hvata til að gera það. Við höfum upp á ýmislegt að bjóða og ég held að séum ekki nógu duglega að segja frá því, eins og til dæmis fyrir unga frumkvöðla að koma til Íslands, það sem er tiltölulega auðvelt að eiga börn og vera í frumkvöðli að starta fyrirtæki og svo framvegis. Og svo þetta svona fjármögnun hverju aðri þættir, en ég segi bara það er mjög margt sem er þarna og er bara grunnur og við þurfum að byggja á hann, en svo aðri þættir þar sem við erum með frekar svona óþroskað umhverfi sem þarf að verða þroskaðara til þess að við getum orðið svona alvöru nýsköpunarland, en við höfum allt til þess að gera það. Við þurfum að velja góða þætti, við þurfum að hafa skýra sýn, taka
einn bita í einu og bara vera tilbúin að takast á við alla þessu óvissu. Þannig að maður getur súmerað þetta allt saman upp. Með skofinni. Svona cirka. Við ætlum ekki að hafa þetta lengra. Við erum held ég svona eiginlega akkurat á tíma. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og nema þú verður eiga nokkur, já þú vill að eiga nokkur orð. Ég segi takk fyrir mig þá. Og takk fyrir. Og það fyrir niður. Takk, gjörðu svo vel. Þessi strákar, sko. Já, takk fyrir þetta öll sem ég verð snögg áður en við ljúkum þessu þingi og ég hleyp ykkur út í kokteil og Valentínusardaginn sem víst í dag, þá vil ég nýta tækifærið og þakka fyrir. Framsögumönnum öllum vil ég þakka kærlega fyrir að gefa tíma sinn. Þetta náttúrulega ekki lítið verk að koma svona frá sér, en hefði ekki verið fyrir Hrund Gunnsteinsdóttur, framkvæmdastjóra Festu, væru aðalræðumenn dagsins líklega ekki hér. En tengslanet hennar og þekking á efnistökum þingsins hefur verið okkur mikill stuðningur. Við erum að klappa fyrir Hrund og þakka henni fyrir. Og þar næst verði ég að nefna afar óeigingjarnt framlag aðalfyrirlesara okkar Paul og Valerie. Þau sýndu erindi sitt í verki því að í stað þess að láta gestgjafar standa straum af ferðakostnað og þiggja gestrisni í formi upplifunarferða í íslenskri náttúru eða annað, að þá báðu þau einfaldlega að við styrktum Kilimanjaro Blind Trust sjóðinn sem að styður lestur og menntun sjónskertra í Kenya, Malaví, Rúanda, Tansaníu og Úganda. Þannig að við erum að spá í að gera það. Nei, djók. Já, við munum gera það, sjálfsög. En stærsta óvissan hér í dag hefur auðvitað verið hvort að Ástæðis Fjellsteð, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, missi vatni hér á fremsta bekk. En það verður að klappa sérstaklega fyrir Elju þessarar mögnuðu konu sem sannur leiðtogi. Við gætum látið reyna við svona hagkerfis gangsetningu. Við prófum það bara frammi. Og það hefst ekkert án góðs teymis og fámennt teymi Viðskiptaráðs hefur sýnt magnað þrekvirki hér í undirbúningi þingsins af ástríðu og samheldni. Það eru sönn forréttindi að vinna með slíku fólki. Kæru gestir, ég óska ykkur tilgangs sem að drífur ykkur áfram í lífi og starfi. Vindum okkur samt fyrst fram í kokteil, það getur líka verið tilgangur út af fyrir sig. Ég segi Viðskiptaþingi 2019 formlega slitið.